Já, komið sæl. Það róleg hitaveður hjá okkur framundan, háþrýstisvæðið sem að stjórnar veðrinu hjá okkur en þessi hæð, hún nú reyndar svona á hægri undarleið, hún á leiðinni hérna í suðaustur en það verður nú hálfgerð flattneski hjá okkur næstu daga en það verður í rauninni ekki fyrr en bara eftir helgi sem að við förum að fá lægð hérna inn á Grænlandssund og þá skil frá henni sem að fara yfir landið. En ef við lítum á hitastigið að þá erum við í mildu lofti og við sjáum að það ekkert að kólna hjá okkur, áfram milt veður og hitastigið yfir frostmarki á flestum stöðum og í raun og veru ekki að sjá það fara að kólna hjá okkur fyrir bara einhvern tímanum miðja næstu viku. Og það verður fínt veður á Suðvesturlandi á morgun, það verður svona fremur hæg suðaustlæg átt og það verður nú einhver væta svona með köflum en þó ekki miklu mæli og það mun nú væntanlega brotna eitthvað upp skýjahelluna og fara að sjást til sólar svona þegar það líður á morgundaginn. Og hitastigið það verður svona á svipunótum og það verið svona 2 til 6 stig. Á Norðvesturlandi verður aftur á móti, það verður hún verður heldur stífari sunnanáttin þar og það verður svona þungbúnara yfir og má gera ráð fyrir því að það verður svona heldur meiri væta þó að hún verður nú ekki í miklu magni en svo svona sérstaklega þegar líður á morgundaginn þá fer nú skýjahölunan að brotna upp og fer nú að sjást til sólar og hitastigið verður svona á svipuðum og fyrir sunnan svona á bilinu 2 til 6 stig. Á Norðausturlandi verður hið fínasta veður svona hæg breytilega átt og það verður nú svona úrkomulaust en það nú svona spurning með skýjahöluna, það nú háskeiðabreiða sem að gæti verið að læða sér yfir og byrt sólina eitthvað en þó mun nú væntanlega sjást talsvert til sólar. Á Suðausturlandi líka hið fínasta veður, hæg breytilega átt, hitastigið svona víða nálægt 4-5 stigum og það eins með þessa háskeiðabreiðu hversu mikið hún að breiða sér yfir ræður því hvort að það verður glampandi sól eða svona sól með köflum. Nú síðan annað kvöld að þá eru skil sem að koma upp á landinu, þau eru reyndar mjög veik þessi skil en þó nægilega til þess að verður svona meira ákveðin suðaustan og sunnanátt og verður svona rigning vestanvert landið aðfara nótt laugardagsins en síðan eyðist þetta og þegar það kemur fram á laugardaginn að þá verður nú farið að létta talsvert til og kannski spurning að það verði eitthvað af þessum skilum á norðaustur horninu. En hitatölurnar verða áfram í fínu lagi svona 4 til 6 stig. Síðan áfram á sunnudeginum að þá verðum við svona í hálfgerði áttleysi, við liggjum svona á milli veðrakerfa og vindurinn verður svona hægur og breytilegur. Það mun nú væntanlega sjást víða til sólar og einnig mun nú verða einhver svona smá væta á stöku stað en hitatölurnar það verða nú kannski aðeins á niðurleið. Og síðan á mánudeginum að þá fáum við svona skil sem ganga yfir landið og það gæti þá orðið einhver strekkingur á landinu og úrkoman hún verður væntanlega í flestum landshlutum og þá væntanlega á formi snjókomu, slyddu eða rigningar því að hitastigið það verður svona farið að nálgast frostmarkið. En á morgun hjá okkur verður hið fínasta veður, það verður svona dálítil væta landið vestanvert svona með köflum, austan til ætti að verða þurrt og ætti nú að sjást víðast til sólar og hitastigið á nokkuð góðum nótum, svona 2 til 6-7 stig. Við skulum láta þetta duga að vera í bili, verið sæl.